Heil og sæl kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Viðmælandi minn í dag hún Hildur Kristín Sveinsdóttir, sjúkraþjálfari og eigandi Sjúkrasport sem sjúkraþjálfunin í sporthúsinu. Vertu hjartanlega velkomin Hildur. Takk fyrir það. Ég búin að beða lengi eftir að fá því vita. Já, bara æðislegt að vera komin. Já, fyrir þá sem ekki vita þá við Hildur bara góðar vinkonur og ég ótrúlega þakklátt að hún sé að gefa sér tíma til að koma hérna og segja ykkur frá öllu sem við erum alltaf að ræða í okkar göngutúrum. Og það við getum örgulega með efni í svona 20 hlaðvarpsþætti allt sem við erum rætt í gegnum tíma. Já, ef við miðum við það spjall þá getum við alveg, við erum með heilan sjónarþátt. Heilan helling. En svona fyrir þá sem ekki þekkja þig, hver Hildur? Já, ætli að byrja bara ekki á að segja að Hildur miðaldra, ég að reyna að sætta mig við það að ég sé að verða miðaldra, 46 ára kona, 3 barna móðir, hundaeigandi og eiginkona og atvinnurekandi, stofnaði mitt eigið fyrirtæki fyrir 13 eða 14 árum síðan og kemur til landi, elst upp á Hvolsvelli. Mamma og pappi byggðu þar þegar þau voru mjög ung og við erum 4 systkini, 3 systkini, 1 systur og 2 bræður. Og erum algjörir sveitadurgar þannig, sem að mér finnst, þetta meðmæli, sko. Við erum alveg upp á Hvolsvelli og með annan fótinn í sveitastarfum hjá og afa. Eiginlega beggja vegna, bæði móður megin og pappa megin, en meira pappa megin að því að þau voru nær. Og finnst ofboðslega gott að vera utanlandi, ég ætla aldrei að búa í bænum, en nú ég búin að búa hér í 26 ár. Já. Ég held að ég myndi aldrei gera það, en get hvergi annars þar, hugsa mér að vera í dag. En mér alast upp út á landi, þá einhvern veginn var félagskapurinn bara í íþróttunum og pappi var stofnandi björgunarsveitar og við fórum systkinin í það og þar lærðum við bæði útivist og svo náttúrulega bara íþróttagrunnur þaðan sem að svolítið litaði bara val mitt í framtíðinni út frá þessum grunnir, sko. Og ég fór reyndar var orðin pínu þreytt að því að vera í svona litlum bæ sem að bauð kannski ekki upp á marga möguleika fyrir úlinga að ég valdi mig frekar að fara á Laugarvatn, menntaskóla Laugarvatni, var þar í heimavistarskóla í staðan fyrir að fara í FSU og það var eiginlega ógerlegt fyrir mig að koma í bæinn í skóla en var í menntaskólanum Laugarvatni, eignaðist þar dásamlega vini sem að ég á enn í dag og bjóð þar á samt 200 öðru nemyndum með eitthvað í 4 ár og fór svo ætlaði mér alltaf að fara í læknisfræðina, ég vildi lækna fólk. Ég vissi það alveg frá því að ég var pínlítil, en mér langaði að hjálpa fólki, lækna fólk og í mínum huga var það bara að vera læknir. Og tók bara menntaskólann með því hugafæri en svo þegar á Hólmið var komið þá var ég ekki alveg tilbúin í að fara út í svona brjála nám, mér langaði að taka með smá pásu, annarkvort að fara að ferðast eða ég reyndar var svo mikið í íþróttum og sá fyrir mér að það væri sniðugt að þjálfa samhliða menntun af því að maður var ekki með mikið á milli handana og þurfti bara svolítið að hafa fyrir lífinu og ákvað að sækja í íþróttakennarskólanum á Laugarvatni. Það var mjög mikið fjör þeim megin, maður sá það alveg þegar maður var í menntaskólanum og það var mjög erfitt að komast inn á þeim tíma þannig að ég bjóst ekkert við inngöngu, ég ætlaði bara að safna við fyrir heimsreisu eða eitthvað, svo fæ ég inngöngu og mér fannst ekki hægt annað en að fara fyrst að ég fekk þann heiður að komast strax inn og Var þetta þá 2 ára nám? Þá var þetta 2 ára nám, já og þegar að ég held að þetta væri bara
skemmtilegt nám og eitthvað fjör en þetta var bara heljarna nám og bara ég vanmata mjög mikið en þú veist þetta var dásamlegt samt líka kynntist það líka fullt af yndislegu fólki sem að ég eru góði vinni minn líka í dag. Já, og líklega bara mjög góður grunnur síðan fyrir það sem kom á eftir. Já, og það er ástæði fyrir ég segi frá og segir að svo fer ég í læknisfræðina og í fyrsta lagi þá við vorum hann að hópur og vorum að læra saman og hjálpast að og þau voru bara býtu hvað varst að spá að fara í íþróttakennarskólan. Þetta er bara waste of time, þú veist að því að þetta tekur svo langa tíma að vera læknir og ég gæti ekki svaraði þá en hérna við förum líka að tala framtíðina og hvað inniber það að vera læknir og þú náttúrulega þarft að taka þína vaktir á sjúkrahúsum og svo framvegis og ég fór alltaf að sjá það betur og betur að þetta var bara alls ekki það sem ég langaði að gera. Bæði þetta, af því að þetta er svo langt nám, þú þarft virkilega að vera dedicated sko og hérna að vera á spítala vakt að vinna þetta var bara enga veginn að henda mér. En á Laugarvatni kynnist ég, þar ég að læra anatómí og þar kynnist ég sjúkraþjálfara sem að redda þeim bakinu á mér í einum fríminútum. Ég hafði fest mig í bakinu í frjálsum. Við vorum að taka hástökk og eitthvað og vorum að ganga frá og ég lyfti hástökkstíninu og festist í bakinu og hann reddaði bakinu bara í fríminútum. Og ég fer upp á kennsluborð og hann gerir eitthvað og ég stend upp og ég nánast heil sko. Og ég fer þá að forvitnast, aðeins betur þetta nám og hafði bara aldrei heyrt þetta. Þannig að ég held að þetta var meant to be, sko. Ég átti að fara í íþróttakennarskólann og kynnast þessu manni og kynnast þessu fæi vegna þess að ég er algjörlega heimavelli í dag og ég hefði aldrei viljað gera þetta öðruvísi. Og einmitt, íþróttakennarskólinn hjálpaði mjög mikið með þjálfræðina og þjálfuna lífeðlisfræðina og það sem ég er að gera í dag, sko. Það var mjög vel saman. Þannig að ég held að mér hafi bara verið beitt á einhverja brautir, sko. Algjörlega. Og ég get alveg vitnað og ótrúlega margir sem að hlusta að þú hefur heldur betur læknað fólk. og ekki bara líkamlega, heldur ertu bara svo dásamleg og ég hef heyrt það frá fleirum að koma til þín í sjúkraþjálfunni líka bara næstu því eins og sálfræði tíma. Þannig að þá kannski komum við svolítið að efninu, þú veist. Heildræn heilsa, hvað er það? Einmitt, fyrir nokkrum árum síðan þá hefði ég örugglega bara eins og allir þullið upp bara reglulegur hreyfing og góð næring og en það er svo miklu meira en það að og ég veit að það er búið að tala þetta í fleiri þáttum og ég tek algjörlega undir það, þú veist, þetta er þetta félagslega, þetta er þetta andlega. Þú þarft að hafa neti í kringum þig til þess að vera í heilbrigðu umhverfi og geta bakkað þig upp og svefnin, þú veist, einhvern tímann flokkuðum við þetta þannig að hreyfingin og mataræði var í efstu sætum en ég er farin að setja svefnin eiginlega efst og öndunaræfingar og eitthvað slíkt til að núllstilla sig af því að ég veit ekki hvort að skapast bara út frá þeim aðstæðum sem við lifum við í dag eða hvað en þetta er bara alveg rosalega mikilvægi þættir og í rauninni ef að svefnin er í lagi þá getur svo margt annað verið í lagi þá hefur orkunum til að hreyfa þig og þá velur þig betra mataræði og svo er það með þetta blessaða taugakerfi, þetta er svo háspennt allan daginn, við erum sífellt að hlaupum og við þurfum bara svolítið að setja meiri meðvitund í að núllstilla það til þess að halda balans bara í daglegu lífi þannig að og ég tengi alla þessa þætti við það sem að ég er að gera algjörlega og ég get ekki hjálpa fólki sem að ég get alveg gert alls konar við fólk á meðferðarbekknum og eitthvað slíkt en ef að það fer svo bara heim og sefur í 2-3 tíma og þú veist nær ekki að endurnæra sig eða það er að vinna úr úrgangi og annað að þá ert aldrei að minnka bólgurnar alveg þannig að þetta er í rauninni bara svolítið að viðhalda ykkur sem að heldur þið gangandi en ekki varalegur árangur þannig að það var svo margt sem að hefur komið inn í með árunum þú veist þetta er svo miklu meira heldur en bara að hreyfa sér reglulega og borða hollt þannig að já, ég myndi segja þetta félagslega andlega, ég myndi segja svefn, öndun regluleg hreyfing og hreyfing sem að hendar þér Akkurat.
það þarf svolítið að velja, þú veist, það er rosalega misjæft hvað hendar hverjum á einum. Það fyrir algjörlega eftir í hvernig staðan er, bæði andlega og líkamlega og bara í hvernig umhverfið þú lifir við dagstaglega. Svo er það þetta að huga þessu félagslega, að huga þessu andlega líka. Og já, þannig að sjónarhorn mitt á þessa heildrænu nálgunin og ansi víð og eitthvað sem við þurfum að taka inn algjörlega allt saman. Sjúkraþjálfari, þetta starfsheiti, hvað geturðu útskýrt? Hvað er sjúkraþjálfari? Já. Er það að breytast? Já, sjúkraþjálfari, það er svo ótrúlega margt sem við getum verið að gera. Við getum verið á ótrúlega mörgum sviðum. Og þetta nafn kemur kannski svolítið til að við vorum að hjúkra að einhverju leyti eða þetta á mjög vel við inn á spítala, inn á Grensásinn og Reykjalundi þar sem við erum að huga að sjúkum og endurhæfa þá. En svo hefur okkar svið algjörlega líka verið í fyrirbyggjandi eða forvörnum og við erum á sviði íþrótta, við erum á sviði eldri borgara, barna, þú veist, þetta er svo óbúslega víðfemt bara starf og þú getur valið svo margt, þú getur verið á svo mörgum sviðum, þannig að við lærum í rauninni að gera greiningar á villum í stoðkerfinu og reynum að finna út úr fólk er að koma til okkar með eitthvað svona verki en það er ekkit endilega sjúkt og það er kannski það sem að hefur svolítið hamlað okkar stétt að af því að við heitum sjúkraþjálfari þá eru svo ótrúlega margir sérstaklega okkar aldri og eldri sem að hugsa að þeir þurfi að vera svo ótrúlega meiddir eða langt komnir með eitthvað vandamál til þess að leita til okkar en það er að breytast með árunum, þú veist, með árunum og fólk er svona aðeins farið að skilja betur hvað við erum að gera. Ef að ég mætti velja að þá myndi ég kalla þetta stóðkerfisfræðingur. Ég ætlaði að spyrja hvort að nafni væri ekki lengur að gefa rétt að mynda af starfinu. Já, allavega í því sem ég er að vinna við í dag og við sem erum á stofum út í bæ og erum að sinna ótrúlega mörgu. Það sem að ég vil standa fyrir er fyrirbyggjandi. Ég hef notið þeirra forréttinda að vinna með fullt af íþróttafólki og við erum bara, þetta er bara hluti af þjálfun að koma til mín og þú veist að stilla til kerfin þannig að það eru minni líkur á eitthvað skonar álagsmeiðslum og svo framvegis. Þú veist, við eigum ekkert síður að sinna því. Þannig að við fólk kemur til okkar ef að ég fæ enn og aftur að líka þessu saman við bara við bílaviðgerðir af því ég þurfti að útskýra þetta fyrir Karli föðu mínu þegar hann var að lífi. Hann talaði alltaf að ég eini við að klípa fólk, þetta var farið að fara pínlítið í taugarnar á mér. Trúa því. Já, ég er hún að klípa þig líka. Já, hún er búin að vera að klípa mig. Þannig að til þess að hann skildi hvað ég vil vera að gera að þá útskýrði það út frá bílaviðgerðum og þannig að þegar maður er í bíl og það kemur eitthvað rautt ljós í mælaborðið þá gefur það til kynna að það er eitthvað bilun í gangi í vélinni og pabbi skildi það að þá fer maður í hútið og maður skoða vélina og reynar að finna þessa bilun og gerir við hana og þá fer ljósið og þetta er í rauninni eins og ég sé starfið mitt. Nú er ég svona eðlisfræði nörd, ég var eðlisfræði deild í menntaskóla og fyrir mér er þetta bara eitt stórt merkilegt eðlisfræði verkefni að fá eitt líkama sem er mín vél og ég gerir greiningar út frá hreyfingum og hvar er villan, þú veist það er alls konar skekkjur í gangi en hvar er villan sem að gæti útskýrt þetta rauða ljós sem er þá verkurinn sem að fólk er að koma með og við reynum að finna út úr því hvernig áleiðir þetta á fínstilla líkamann þannig að verkunum fer. En ef við erum alltaf að leita, ef við erum alltaf að horfa í eins og margir vilja kannski, maður leitast eftir einhverjum svona töfra lausnum, það er að segja, þú veist, það vill bara losna við verkin 1 frá 10 og það er oft, lausnin eru oft bara að taka íbúfinn eða verkjartöflur, það er pínlítið eins og skrúa peruna úr mælaborðinu, bílunin er enn til staðar, en það er ekki rautt ljós að blikka á þig, Þannig að, og ef maður er alltaf eldast við að losa þessa peru úr, að þá er þetta svolítið eins og elda skottið á sjálfu sér. Þú einhvern veginn
þú færð ekki lausn vandamálana þannig að og þú þarft ekki að vera sjúklega slæmur til þess að fá þessa hjálp bara enga veginn þannig að já er ég ennþá undir þessari spurningu hvað er sjúkraþjálfari sko þetta eins og ég sé starfið og það örugglega einhverjir sjúkraþjálfarar þarna úti sem ekki sammála mér en svona horfi ég á starfið mitt allavega en við erum allavega að vinna við það að hjálpa fólki sem eru með stoðkerfisvanda og og við eigum náttúrulega að geta greint á milli, þú veist, hvort þetta er stoðkerfið eða í iðrunum af því að þá þurfum við náttúrulega að vísa fólki áfram til læknis og í þannig hjálp, sko. Þannig að okkar sérhæfing liggur í stoðkerfinu. Það er það sem að sjúkraþjálfari gerir. Við höfum nú stundum rætt það að þegar skjólstæðingar koma til þín að þá er endilega ekkit alltaf orsakirnar, eða þú upplifir að orsakirnar er ekkit alltaf, þó þú finnir rót vandans, þá er hún ekki alltaf sko líkamleg. Nei, oft er upptökin annar staðar ef það verkur í hnið þá er kannski upptökin í ökla, en stundum er það kannski ekkit endilega í stóðkerfinu eða heldur þá kannski bara hvað taugakerfið eða... Já. Hvernig hefur upplifað það? Já, þetta er eitthvað sem að sko hefur kannski lagst á eftir bara mikla reynslu og gert alls konar hitt mjög mikið af fólki að það var á tímabili sem að var bara svolítið gap. Við lærum svolítið mikið varðandi anatómíuna og hvernig hreyfingarnar eiga að vera og hvernig liðirnir virka og hvernig vektornir eru kringum liðina og svo framvegis. En það kom alveg fyrir að sko allt sem að þú kunnir það bara virkaði ekki, það var ennþá verk út í staðar og smám saman með árunum hef ég svona aðeins víkkað sjónarhornið þegar maður er nýkomin út úr háskóla þá er þetta það sem þú hefur í höndunum en svo með reynslinu að þá hef ég séð að þetta er svo innilega ekki bara þetta, þess vegna er líka þessi skilgreining mín á þessari heildrænði nálgun eða það er að segja að heilsa sé heildræn nálgun er að það eru svo ótrúlega margt annað sem maður getur spilað inn í og ég er alltaf að sjá það betur og betur bara tengingu slæmra reynslu á hvernig líkaminn haga sér af því að það er alveg þekkt bæði sko já mögulega út af einhvers konar áföllum eða slísum eða ofbeldi eða hvað sem er það hefur ákveðin áhrif á taugakerfið og taugakerfið bregst þannig á móti við að það verður allt svona hypertensað og það getur haft svona áhrif á vöðvana og það kannski situr þá er allt í þessi reynsla þetta ofbeldi eða hvað sem það er sem að er í grunninn, það situr kannski í líkamannum og það fer að búa til skilurum með vandamáli, þetta fer svona einhvern veginn að vinda upp á sig þannig og ég hef gert það vana bara frá því ég var lítil að hlusta vel og það kemur sér mjög vel í þessu starfi og ég held að það sé það sem að hefur svolítið víkað mitt sjónarhorn á orsök vanda af því að þú hlusta svolítið á sögurnar og þú ferð að sjá kannski svolítið rauðan þráð Akkurat. Hjá sumu fólki og vandamálið oft á tíðum er þetta svolítið svona vandamál sem er mjög skrítið og það hefur ekkit endilega einhverja teikningu eða það er að segja sum vandamál eru með svona ákveðin tákn í kringum sig þannig að það leiði þig áfram í að greina þetta er líklegast þetta en stundum var það bara ekkit hægt og þá þurftur að fara aðeins að skoða dýpra og eftir því sem að tala meira við njótum þeirra forréttinda að vera svolítið með fólkin okkar, þú veist bæði þegar ég hitti fólki fyrst skipti að þá tek ég mjög góða sögu og mér finnst það skipta alveg gríðarlega miklu máli af því að það gefur þér pínulítið hugmyndum hvað þú ert að fara að vinna með og það gefur þér pínulítið svona það getur komið einhver flögg bara býtunum við, ok við þurfum að hafa þetta í huga og ég setja svona þú veist til hliðar eitthvað í sögunni sem að gæti mögulega verið einhver annar vinkill á vandamálinu og smám saman hef ég svona þróað þetta pínlítið og sótt mér svolítið líka bara alls konar við að mér alls konar þekking og hvað þetta varðar og hef lesið alls konar bækur þú veist, varðandi
líka minn geymir allt, til dæmis við mörgla nefnt þessa bók í einhverjum viðtölum. Frábær. Og hvernig taugakerfi getur haft áhrif á bara bæði andlega og líkamlega líðan og hvað býr á bakvið það. Að því að við erum að tala um vél, að þá gætu við kannski líkt þessu svolítið sama við tannhjól í úrverki. Þú veist, það eru misstór tannhjól og stærsta hjólið það keyrir hin tannhjólin, og þegar við erum í þessari leita orsök vandans, að þá viltu finna út hvert er stærsta tannhjólið. Og í einhverju náminu sem ég sótti mér, að þá var það sko líkamlegt, andlegt, félagslegt, það eru tannhjól líka. Og ef að í gegnum sögun og þú varst svona aðeins farin að fá hugmynd að andlega væri mögulega stærsta tannhjólið, þá þarftu svolítið að nálgast hlutina á þann hátt. Og ég hef séð alveg ótrúlegan árangur ef að maður nær fólki þangað, ef að maður nær að hitta á að þetta mögulega orsökin. Ég hef séð svo ótrúlega breytingu á bara líðan og verkjum í skrokkunum. Út frá því, og svo líka sko, nú erum við að tala um þetta andlega og félagslega og reynslu og eitthvað annað, svo bara margt í kerfinu sjálfu, hormónatengsl, af því að við erum að tala um taugakerfið, að þá það, þú veist, hormóna ójafnvægi, og svo hvað gerir hvort kemur ekki á undan hænunni eða öfugt. Sko, það getur verið eitthvað áfall sem hefur áhrif á taugakerfið, sem að taugakerfið fer að hafa áhrif á framleiðslu hormóna, sem að býr til ákveðin skort á einhverjum hormónum sem að hefur áhrif á stoðkerfið. Þetta er rosalega flókin heimur. Og þess vegna skiptir, og sko aðalmálið þarna er kannski einmitt að hlusta og taka góða sögu og lesa svolítið í líkamstjáningu leið og maður er að horfa eftir hreyfingum. Þetta er mjög flókið mál og það þarf líka bara óbúslega mikið traust á milli fagmanns og skjólstæðings ef að maður ætlar að fara út í þessar æfingar. En það er alls ekki allir sem að fara þangað, en mér finnst þetta bara svo áhugaverð nálgun, og ég sé svo ótrúlega mikinn árangur hjá mörgum. Og þegar að maður er komin í þetta, þú veist, ef að maður þreifar á að maður er mögulega með eitthvað í þessu formi og í þessum orsökum, að þá er þetta oft líka fólki sem er búið að fara á milli fagmanna og ekki fengi bót meina sína. Og það er búið að gera allar rannsóknir og það kemur alltaf eðlilega út. Þú ert búin að heimsækja nokkra sérfræðinga og það lítur allt vel út og það gerir það, en þá erum við líka kannski bara að tala um allt aðra orsök, þannig að þú þarft svolítið að setja upp þetta tannhjól og hvað er út frá sögunni, hvað er það sem er mögulega orsök vandans, og ef þetta er líkamlegt að þá förum við bara í þessa eðlisfræði, þá förum við bara í vektor og pælingarnar og skilurðu, og svo bara oft bara hreinn áverki, það er eiginlega léttast. Bara það kemur einhver áverki og það gerist eitthvað svona og þá bara veistu hvað þetta gera, það er miklu einfaldar, en hitt er mjög flókið en mjög spennandi viðfangsefni og algjörlega þess virði að skoða. Ertu með einhver dæmi þannig að fólk tengi eitthvað sem þú mátt segja frá? Já, sko ég get nefnt kannski eitt dæmi bara út frá stoðkerfisvandamáli og bara pjúra stoðkerfisvandamáli og orsök þar, og svo annað sem er bara alveg þvert á fyrra dæmið, þannig að ef við byrjum bara á þessu stoðkerfisvandamáli og ég held að ég hafi sagt frá því og ég fekk leyfi frá þessum unga drengt að segja frá því að ég fæ hann þegar að þetta er fótboltdrengur sem að leita til mín 13 ára gamall og er það bila að gefast upp á fótboltanum. Bara vegna meðsla eða? Já, hann er bara orðin svo kvalinn og búin að vera í mjög langan tíma, óbúslega ungur og efnilegur í fótbolta, en var með fáralega verki og bara óeðlilegar hreyfingar, skerðingar á hreyfingum, og bara hann gat ekki sest eðlilega niður eða staðið upp hvað þá spila fótbolta. Og þetta var vandamál sem var búið að vera í svolítið langan tíma og búið að vinda ansi mikið upp á sig, þannig að það var alveg flókið að reyna að finna eitthvað hvað þetta byrjaði. En þegar hann kemur til mín þá var hann með brjósklos og bara óbóðslega mikla verki, taugaverki niður í fót, og
mjóbakið sko í mjóbakinu á að vera fetta, eðlileg fetta bara eins og hryggjasúlan þá er fetta í mjóbakinu. Mjóbakið stóð út, það sneri öfugt sko, þannig að þú fékkst bara kúlu út úr mjóbakinu. Og hann hefði aldrei spáðið þessu? Já sko, þetta voru reyndar afleiðingar sko, hann var ekki svona. Nei. Og svo var skökk mjaðmagrindin og hann gat ekki farið, eins og ég segja, hann gat ekki farið í hnépu, hann gat ekki beitt sér fram að hann var svo kvalinn. Þannig að, en það náttúrulega eðlilega þarf að vinda ofan af þessu akút fasa, en svo þegar við vorum komin út úr því að þá fórum við kannski að reyna að finna út úr því hvernig ósköpun lendir svona ungur drengur í þessu. Og niðurstaðan var, eftir mjög flókiferli, að hann tóknaði mjög illa í ökla þegar hann var yngri fyrir einhverjum tíma síðan og harkaði það bara svolítið af sér, jafnaði sig og þú veist, var ekki endilega mikið að meðhandla þetta, þú veist, jú, hann gerði eitthvað æfingar en öklin var alveg sko mjög stífur og miklu stífar heldur en hinum minn, sem gerir það svolítið að verkum þetta stóðfótur í fótboltanum, þannig að það reynir mjög mikið á jafnvægi og þú veist, þú setur allan þungan á þennan fót. Þannig að þessi stífu ökli olli stífri mjöðum fór að verða með mjög takmarkandi hreyfingu sem að sneri upp á mjaðmagrindin hans og þegar mjaðmagrindin var honum snúin að þá snerust upp á mjóbakshryggjina. Þannig að það er alltaf þetta tork á diskinn sem að enda með því að rifna og þá var hann komið brjósklúsið og taugaverkin í fót, þennan sama fót sem er svona stífur alla leið upp. Þannig að þannig þurftum við að vinda ofan af mjög gömlu vandamáli sem var búið að leiðan í bara rosalega vond mál. Þannig að en þessi drengur er að spila fótbolta í dag og gengur mjög vel og er algjörlega til fyrirmyndar sem betur fyrr. Þá hafðist að laga þetta. En svo annað dæmi, þá er kona sem ég þekki, hafði verið hjá mér svolítið, svona öðru koru og svo er hún kemur hún aftur til minni eftir smá tíma og ég sé það bara langleiðir að þetta er ekki sama kona og ég þekki. Hún var svona þrútin og óbáslega þreytuleg, átti erfitt með gang, orkulítil og við förum svolítið yfir söguna og hún er með hjartsláttartruflanir, hún var búin að vera að reyna að breyta mataræðinu og ekkert gekk og alveg sama hvað hún hreyfði sig að þá er leiðinni bara alltaf verð og við förum bara svolítið yfir söguna og þú veist, hún er að reyna að létta sig og hún er að reyna að gera alls konar æfingar og alveg sama hvernig æfingar, hún var bæði búin að vera í miklu átaki og jóga og einhverju mjúku og jú, þetta mikla átök var ekki að hendin, hún fann það strax en hún var bara átti mjög erfitt með orkustjórnunna, var komið með hjartsláttartruflanir, komið með bjúg og hún bara þyngdist alveg sama hvað hún gerði með mataræðið og var greinilega að safna á sig bjúg. Þannig að þetta er konan sem er með heilmikla og erfiða reynslu og ég þekkti það, ég vissi það, þannig að það var alveg gömul saga og búin að fara í gegnum mjög erfiða hluti innan fjölskyldunar og svo er hún frumkvöðl og er að vinna með að reyna að fá fjárfesta inn í einhverja hugmynd sem hún er búin að vera með í magunum mjög lengi og er að gera alveg frábæra hluti. En þetta er bara hark, endalaust hark, fjárhagslega og andlega og líkamlega. Mér vilstu þetta. Já, þannig að við vorum svo sem alveg búin að vera að taka þá umræðu og þess vegna var nú svo mikið að reyna að passa sig en einhvern veginn fór hún algjörlega í þrótt og hún er komin þarna með það mikla hjartsláttartruflanir, henni er ráðlegt að hætta eiginlega að hreyfa sig, að gera það sem hún elskaði en hún var bara farin að fara í eitthvað mjög stutta og létta göngutúra en hún elskaði að fara á fjöll, henni var eiginlega bannað að fara á fjöll, bara helst að hreyfa sig sem minnst og
því að hún átti það til að bara detta út, eða þú veist, fara í yfirlið og hún átti óbúslega erfitt með orkuna og erfitt að halda áfram náttúrulega í þessu sem hún var að gera í þessu ástandi. Svo erum við alls konar verki í skrokknum og komin 5 mín út af því og við ætluðum að fara að reyna að skoða það og búin að fara í eina hjartaaðgerð og búin að fara á hjartarlyf og svo framvegis. Og þarna voru alveg að kvikna á nokkrum flöggum hjá mér, þú veist, þetta bara svona kerfispil, þetta hljóma bara svolítið eins og kerfispil. Þannig að við förum í smá tilraunir og að því ég þekki hana þá vel og hún þá var hún tilbúin í það. Og við hjálpumst að reyna að finna einhverja nýja leið í mataræði og hún fer og færar skoðar hormóna ójafnvægi hjá sér og kemst að því að hún með 0 testosterón, hún ekki með neitt testosterón og einkenni þessi meðal annars hjartsláttartruflanir og þreyta og vöðvaverkir og svo framvegis. Hún fer að bera á sig testosterón gel og gerir smá breytingar í svona fór að aðhittast meira af flóknum kolvetnum og setja inn meira prótein og fitu í staðinn. Bara svona, þú veist, við vorum aðeins að leika okkur með þetta. Hún hættir að drekka áfengi, hún hættir að drekka kaffi, hún tekur af sér úrið sem hún alltaf með, svona garminúr eins og allir eru með. Setur það til hliðara því að það var farið að vera líka bara streituvaldur, bæði ákveðin geislun af þessu úrið mögulega og svo var bara orðið svolítið streituvaldur hjá henni að vera alltaf að velta sér upp úr því að hún enga veginn að fá nægilegan svefn. Það var eitt af því sem hún var að díla við. Hún var ekki að sofa almennilega. Og mánuðið seinna kemur hún til mín aftur bara eins og ný manneskja og nánast bara hjartsláttartruflanir voru miklu betri. Ég ætla ekki að gera lítið úr því sem að ég verið að gera við hennar hjarta en allavega þetta umhugavert samt sem áður að hún var miklu betri gagnvart því. Ég sagði henni að hætta að hreyfa svo svona lítið, farðu og gerðu það sem þú elskar, þú veist, farðu á fjöll, verður bara með símasamband og eitthvað með þér sem hún og gerði og það gekk bara vel. Og þannig að hún fór að gera það sem hún elskaði og það sem still til streituna hennar, öndunaræfingar, hætti í þessu áfengi og kaffi og mataræði var greinilega henta betur. Bjúgurinn var farin, hún var farin að kannast aftur við sjálfa sig, var aftur farin að fá meiri orku og verkið miklu minni. Og og svo framvegis, þú veist, þarna var ég ekki búin að gera neitt annað en að spjalla við hana og hendi inn einhverjum hugmyndum út frá því sem að ég var búin að vera að lesa mig til og ég veit ekki hvað gerði hvað en allavega komin á miklu betri braut. Magnað. Þannig að þarna jú, ég hefði getað farið að skoða verkina í skrokknum en ég hefði verið á algjörum blindgötum með það vantaði eitthvað. Þetta svona dæmi að ég var ekkit endilega rétta manneskjan, ekki nema bara til að bendina á þessa hluti og ég gat það því ég var búin að vera nördast svo mikið í því. En þetta þessi heildræna heilsa, að líta ekki bara á verkin. Akkurat. Þú veist, og einhverja líkamlega orsök heldur fyrir að það geti verið eitthvað allt annað. Já, ef ég hefði farið þá braut þá hefði ég ekki hjálpað henni neitt. Hún alltaf hjálpaði sem mest megnist sjálf með því að vera dugleg að gera þessa tilraunir. En þetta og eftir svona reynslu í starfi að þá náttúrulega hugsaðu bara, heyrðu, þú veist, hvað ég að gera hérna alltaf? Þú veist, þú verður að víkka sjóndeildarhringinn og þú verður að viða að þér ákveðin þekkingu. Ef þú ætlar að mæta öllum þeim tilfellum eða öllum þeim skjólstæðingum sem að koma með alls konar vandamál, þá þarftu að opna á aðeins meira heldur en það sem að við lærðum í grunninn, Eða allavega finnst mér það, nú tala ég bara fyrir mig. Ekki svolítið skýrt dæmi, maður hefur heyrt að svo ofbáðslega margir sem hafa lendið í áföllum og taugakerfið er bara svo lengi yfirsnúningi að þeir greinast með vefjagigt. Hefurðu heyrt þetta líka? Já, algjörlega. Mér finnst þetta eitthvað svo skýrt dæmi hversu andlegt áhrifin hafa á líkamann. Já, einmitt. Þannig að þetta er svona umhugsunarvert. Já, og ég af þessum tilfellum með vefjagigtina fyrst við erum komið þangað, þú veist, það er oft bara heilmikið saga.
hjá mörgum af þessu fólki og ýmist kannski bara verkja ástand sem búið að vera í mjög langan tíma eða jável og þá líka, þú veist, spurning þetta verkja ástand komið til út af einhverju slæmri reynslu eða það getur verið árekstur, það getur líka bara verið eitthvað ofbeldi eða áfall það allt til. Akkurat. Þetta nefnilega magnað hvað það tengist allt. Já, þetta magnað fyrirbærið, þessi líkami og þessi hugur og taugakerfið, þú veist, taugakerfið enga síður af því að það náttúrulega stýrir öllu sem í gangi í líkamanum okkar. Þannig að ef við viljum að líkami virki eins og vel smurð vél, þá ótrúlega margt sem við þurfum að einhvern veginn reyna að koma í jafnvægi. Já. Finna jafnvægi í... Ég held að það sé galdurinn í þessu öllu. Og þá bara spurning hvar ójafnvægið að hverju þarf að huga. Og það mikilvægt að það frábært ef að við sem fagstétt getum leiðbind fólki pínlítið þar og þetta þurfum að vera fleiri sem að getum gert það. Svo við kannski bara skiptum algjörlum gír. Þú vinnur náttúrulega með allskyns fólki en þú vinnur mikið með íþróttafólki. Já. Er það ekki svolítið allt öðruvísi? Jú. Já, allavega sko eða kannski ekki nema að viðkomandi sé að fá eitthvað skonar útrás í íþróttinni gagvart einhverju sko, maður er alveg búin að sjá það líka en nei, það sem að ég yfirleitt að gera núna með íþróttafólkinu mínu er númer 1, 2 og 3 bara ástandsgreining og þetta svolítið eins og að taka bókasamni maður þarf svona að lesa aftur á bókinu til þess að veita hvað þetta fjallar þú veist, þetta er svolítið það sem ég er að gera bara, heyrðu, ok, við gerum einhverja líkamlega skoðun og eitthvað testa á alls konar hreyfingum og það er spurningu úr hvaða íþrótt þú kemur, hvað þú vilt sjá og kannski fara svolítið yfir söguna, þú veist, hvað hefur verið að hrjá þig í gegnum tíðina og oft get ég séð að það er samhengi á milli allra hluta og þá reynum að vinda ofan að því og þá fer einhvern veginn þegar maður er búin að fína sér að vélina þá upplifir maður að það fer alltaf að virka miklu betur og þú far meira út úr hverju hreyfingu þú fer að skila meira afkastagetu og meiri hraða ef að allir liðir eru rétt stiltir og í miðstöðu og vöðvarnir í hagstæðri stöðu til þess að virka og dragast saman og það er svolítið, þú veist, þetta er þetta eðlisfræði verkefni sem ég er að horfa í, þú veist, það eru vektorar í kringum liðina og hvað gera liðinir og hvernig þurfa þeir að virka til þess að skila þessum íþróttamanni þessum hreyfingum og þetta finnst mér alveg rosalega skemmtilegt að stúdera þannig að já, ég er svolítið að vinna á þann hátt og kannski að leiðbeina þeim þá mögulega, þú veist, það er eitthvað vanvirkni hér þá þarftu að virkja þetta betur í styrktarþjálfuninni og kem kannski með eitthvað hugmyndir hvernig það er gert og ef það er ofvirkni annar staðar að þá þurfum við að vinna svolítið með það og svo ef það þarf að opna liðina betur að þá vinnum við svolítið með það þannig að ég kenni þeim eitthvað leiðir og þeir nýta það setja það bara svolítið inn í þjálfunina og þar kemur og mér finnst voðalega gaman að fara inn í það líka út frá þessum íþróttakennargrunni og þjálfunarfræði grunni gaman að finna þetta saman Þannig að sko eins og þú segir þú ert að vinna svolítið með fyrirbyggingu sem er bara frábært og nauðsynlegt en flestir eru samt að koma til sjúkraþjálfara þegar þeir finna til er það ekki eiginlega 95%? Jú og í rauninni, þú veist, það að ég fara að vinna með þessum íþróttamönnum að þá er alveg saga, þú veist, og það er kannski komnir með ákveðin árangur og kannski staðna og þú veist, það er eitthvað að bögga líkamann, þú veist, það er þegar ég fer yfir eitthvað mörk að þá fer eitthvað að gerast. Þannig að það er alveg eitthvað vandamál til staðar, en ekkit kannski eitthvað brjálæðislega mikið, en nóg til þess að þú staðnar svolítið í að ná árangri. Þá förum við í þessa stúdíur og og ef að maður finnur út úr því og viðkomandi finnur að hann getur sett meir inn og jafnvel þá styrkt sér betur og
og bætt sig á einhvern hátt og jafnvel þá fyrirbyggt frekari vandamál og það kannski fyrirbyggingin í því sem að ég búin að vera að gera með íþróttafólkinu en það alltaf eitthvað svona bögg, þú veist, sem að í gangi sem að ítir á eftir þeim að gera eitthvað það þarf einhvern veginn alltaf það. Já, það virðist vera bara allstaðar eins og Áslaug kom inn á þættinum kynlíf og heilsu, það kemur yfirleitt kemur fólk ekki það leita sér ekki hjálpar nema að sé eitthvað. Já, og sálfræðings og fólk fer yfirleitt ekki fyrir en það eitthvað vandamál og það bara alveg skiljanlegt og sérstaklega í hraða dagsins og allt sem að við erum með í höndunum alla daga það þarf alltaf að íta við manni sko, þú veist. Ertu með einhver góð ráð hvernig fólk getur lært að hlusta betur á líkamann sinn? Sko, þarna þarf bara svolítið að stoppa og líta aðeins inn á við. Og sko, ég hvet allt mitt fólk að fara svolítið inn á við. Við þurfum og okkur vantar svolítið, við erum alltaf að hlaupum frá sjálfum okkur. Þú þarft að því að við erum að tala um þessa heildrænu heilsu. Hver þú og fyrir hvað stendur hver eru þín gildi, hvert ert að stefna þú veist ekki hvert þú ert að stefna fyrir þú veist bara allt um sjálfa þig þannig að og eitt af því að fara svona inn á við einmitt, þú þarft pínlítið að núllstilla þig og hæja svolítið á taugakerfinu. Það ekki létt í þjóðfélaginu sem Nei, bara svo alls ekki sko og það verður alltaf meira og meira ég alltaf að reyna að finna íslensku orðin challenge, maður vill alltaf áskorun, já það verður alltaf meira og meira áskorun eftir því sem að verður meira að gera hluti af því að sérst lítið inn á við pínlítið að lesa í sjálfa sig og þá ef að þú stoppar og til dæmis ferð í svona öndrunæfingar stundu þarf maður að fara í eitthvað hugleiðslega ástandi að læra það til þess að svona aðeins að lesa betur í sig þá nær maður einhvern veginn að hætta að hlaupa frá sér og þá eðlast maður einhvern veginn miklu meiri meðvitund um sjálfa sig og það bara þetta ótrúlega dýrmætt að geta gert bara fyrir heilsu yfir höfuð og þá lærur líka að lesa svolítið betur í líkamann en það sem okkur vantar líka pínlítið að nálgast sjálfa sig með meiri sjálfsmildi það einhvern veginn í okkar víkingablóði að ekkert væl og bara halda áfram og fara allt á hnefunum og það hefur sko það þarf eitthvað mikið að breytast í okkar eðli til þess að hætta sko það rosa gott að komast í gegnum við lifum ótrúlega margt af og við þurftum örugglega á því að halda hérna áður fyrr en við lifum þannig sé við velsæmd í dag það engin neyð þannig séð, við eigum ofan á okkur, öruglega, það örugglega eitthvað tilfellið að núti í þjóðfélaginu það sem ég ætla ekki að gera lítið úr því en svona yfir höfuð í þjóðfélaginu það búa allir flestir í húsum og við hita, við eigum nægilega mikið af vatni við eigum æðislega náttúru og það hreint loft hérna þannig að neyðin við erum komin yfir það að þú veist, survive á Íslandi þannig séð, þannig að við þurfum pínlítið að læra að hæja svolítið á, bera meiri virðingu fyrir okkur bera meira virðingu fyrir og öðlast þakklæti fyrir það sem við erum með og bara, þú veist, sko læra svolítið að njóta en okkur vantar svolítið meira að komast áfram í gegnum lífi núna með meira sjálfsmildi og væntum þykju vegna þess að og nú tala ég kannski pínlítið af reynslu það því ég algjörlega seg það að hafa verið á handalaupum og þeir sem að þekkja mig best og mín fjölskylda vita allt það ég alltaf búin að vera með 10 bolta á lofti en kannast sama, já. Mig, sko. Já og maður kannski lærir af slæmu vonandi en allavega það hefur kennt mér pínlítið að sko í staðin fyrir að vera alltaf á harðarhlaupum og reyna að halda þessum 10 boltum og hafa alla góða á öllum þessum 10 stöðum sem þú ætlar að vera helst á sama klukktíminum þá þarftu svolítið að bara hlúa að þér og það svo ótrúlega mikil frelsun að átta sig á því að ef að þú ert í lagi, ef að þú ert heill og ef að þú huga vel að þér
á allan hátt, þá bara ekkert mál að halda á þessum 10 boltum. Akkurat. Þá þarft ekki að vera að hlaupa milli stað og hafa alla góða. Ef að þú ert góð, þá afkastur miklu betur. Þannig að þetta setja súrefni á sjálfa sig fyrst og svo á barnið. Þetta á svo líka við bara lífið. Akkurat. Bara algjörlega. Bara til þess að verða betri fagmaður, betri eiginkona, betri móðir, endast í þessu lífi og vera við betri heilsu. Sko ég nú algjörlega segum þetta sjálf og ég hef alveg upplifað það eins og þú veist að vera með allt og marga boltalofti og ég held að við hefum verið alltaf góða saman alltaf við. Já, minna hver aðra á. Minna hver aðra og hérna svona. En það er svolítið fyndið samt að sko, ég hef oft tekið þetta dæmi að ef manni finnst eitthvað skemmtilegt, þá heldur man að geta bara gert það endalaust, einhvern veginn bætt meira við og meira við og meira við, en það eru samt fleiri boltar og maður þarf virkilega að hugsa, get ég haldið fleiri boltum á lofti eða ekki og það sem ég er nýbúin að átta mig á, ef einhver spyr þig og það stuðar þig, þá er hann örugglega að hitta naglan á höfuðið. Og veist, ég tek bara dæmi, mamma spurði daginn, ertu ekki bara alltaf mikið að gera? Og ég bara, nei! Þú veist, ég segi, vá, ég æsti mig ekki oft. Sem vá, ok. Mögulega hefur hún eitthvað til síns máls. Algjörlega, er ekki mömmur alltaf bestar? Ég held að. Jú, það er kannski ná að speikla mann best, sko, af því að það þekkja mann alltaf út og inn. Já, þannig að maður þarf svo ótrúlega að hæja á og sko stundum getur maður ekki sjálfur, stundum verður maður bara að fá ábendingu frá öðrum og svo erum við svo gjörn á einhvern veginn að svipa okkur áfram í staðin fyrir að halda áfram í bara friði gagnvart sjálfu sér og sjálfsmildi. Ég skil ekki alveg, þetta er okkur svo tamt, þetta er eitthvað í frumunum okkar, ég veit ekki hvaðan þetta kemur, örugglega úr víkingablóðinu bara, en hérna Já, en það er talandi um það, þú veist, ef að hlutin eru skemmtilegir, þetta er pínu hættulegt, sko. Af því að manni finnst líka bara svo ekkert mál að gera hlutina þegar þeir eru skemmtilegir. En það kemur alltaf að þessum mörkum. Skuldadögum. Já, það kemur alltaf að þessum mörkum að þú missir tökin. Og það er miklu auðveldar að fara þangað þegar það er gaman. Og maður les kannski ekki eins mikið í sjálfa sig, þú veist, þegar að maður er high on life í miðju verkefnunum öllum að þá missir maður svolítið tengingu við sjálfa sig í gleðinni og svo allt í hennu bara lendir maður á vegg. Algjörlega. En hérna þetta er alveg hlutir sem við erum að sjá og ég hef alveg góða reynsla af þessu sjálf. Ég er alveg búin að feila margsins og vonandi að læra og þá er líka bara ef maður lærir af eigin mistökum að miðla því áfram og í mínu starfi þá hef ég svo sannarlega möguleika á því. En hvað heldur að þurfi til þess að hrinda af stað breytingum í þjóðfélaginu? Sko við þurfum alltaf að byrja á sjálfum okkur, númer 1 og 3. En margt smátt gerir risastóra hluti, sko. Og ég held að því ég er atvinnurekandi að reka fyrirtæki að þá er ég svo mikið að reyna að vera til fyrirmyndar þar, að vera ekki að ýta fólkinu mínu í of mikla vinnu, að næra sjálfa sig og ég vona að þau geti tekið undir þessi orð. Að ég held að þessi líka bara svolítið á ábyrgð fyrirtækja eiganda að breyta svolítið menningunni, að umbuna freka fyrir vel unnin störf á hæfilega löngum tíma, að vera ekki að ýta fólki í meira og meiri vinnu og gera það kröfur að fólk þurfi að vera alltaf með 10 bolta. Þannig að þú veist, ef það er, ég held að vera stærsta breytingin ef að hvert og eitt fyrirtæki skoðar svolítið vinnustæða menninguna sína og hugar að því, þú veist, hvað er fólk að gera? Þú veist, er einhver í einhver stöðu sem að jável 4 ætti að vera í. Akkurat. Og er verið að búa til þannig vinnustæðamenningu að það er bara eiginlega ekki tími til að borða eða að hvílast og er ekki greitt aðgengi að handleiðslu og þú veist, hvernig líður fólki í vinnunni? Er það að koma út hvílt í vinnuna? Er það að fara hæfilega snemma heim þannig að það getur sinnt því sem að gefur þeim líka orku og það er fjölskyldan og þetta nánasta? Er streitað þarna milli? Er eitthvað ójafnvægi þarna?
ég held að, þú veist, þetta, númer 1, 2 og 3 er þetta í okkar eigin höndum, við þurfum að byrja okkur sjálfum, en ég held að myndi gerast alveg ótrúlega mikið í samfélaginu ef að bara fyrirtæki taki það bara til sín, þú veist, það eru til alls konar heilsu vikur nú þegar það er búið að innleiða það, en út af hvað snýst það? Akkurat. Er það að huga því, þú veist, sumir er að mæla eitthvað ummál og vikta og þá er kannski bara verið að setja meiri pressu, bara heyrðu, þú þarft að fara oftar í ræktina og kannski er fólk að leita í, þú veist, einhverja útrás í ræktinni og er kannski að taka bara allt og mikið á því að það er bara búið á því eftir 10 tíma vinnudag, þú veist, og þetta fólk endar á bekknum hjá okkur með alls konar vandamál. En eins og bara heilbrigðiskerfið, hvað gæti verið betur? Þetta er kannski risastór spurning. Sko, þannig gætu við tekið örugglega 3 þetta í viðbót, sko. Ástríða mín hérna liggur svo mikið í fyrirbyggjandi og heilbrigðiskerfið er bara alls ekki þar. Og sko, ég hef alveg fengið skömmi minn hatt fyrir að vera að vinna fyrirbyggjandi að því að Sjúkratryggingar Íslands taki ekki þátt í slíku sem er mjög sorglegt og ég held sko að margt gott, örugglega margt gott, en ég væri svo til í að það væri bara miklu meira fjármagn og orka sett í að hugsa þessa hluti vegna þess að eftir langan tíma þá mun það vera mesti sparnaðurinn í heilbrigðiskerfinu og það er svo ótrúlega margt sko, það er allt og mikið álag og allt og fáum höndum líka í heilbrigðiskerfinu, þannig að það er svo rosalega mikill hraði og þreyta og streita inn í heilbrigðiskerfinu að fólk er að kannski að horfa fram hjá risastóru vandamálum og það er svo álag ofan á annað álag og ég veit ekki, þú veist, ég væri svo til í að bara hreins allt út af borðinu eins og það er núna og bara byrja algjörlega upp nýtt og hugsa til 10 ára en ekki, það er alltaf eitthvað fjármagn og það þarf að gera eitthvað áætlun og svo er alltaf verið að hugsa svo skamt fram í tíman, það mun aldrei verða eitthvað risastór breyting finnaðu við förum að horfa bara svolítið til framtíðar og það er náttúrulega margt sem spilar þarna inn í, það er líka pólitík sko. Það er mismunandi fólk við stjórnvölinn og það þarf að kynna sér málið og setja sér inn í aðstæður og læra inn á hver ráðuneyti og búa svo til nýjar áætlanir og einhverja stefnu og svo er komið kosning og það er annað fólk komið inn. Þú veist, það verður aldrei einhver langtíma markmið á meðan þetta er svona. En ég væri svo til í að það yrði miklu meira af þessu, að horfa til heilsu eflingar og með þetta að heildræn heilsa þessari nálgun, þessari heildræn nálgun og hugsa til langs tíma ég væri svo til í að sjá það gerast og ég held nefnilega að allt og mikið að því að ég var að tala um þetta rauðaljós í mælaborðinu það er allt og mikið verið að skrúa þessa perúr og nú er ég kannski komin á mjög hálanís. Nei, alls ekki. En þurfum við ekki bara að segja hlutin eins og þeir eru? Það breytist aldrei neitt ef enginn segir neitt. Frábært fólk sem er að vinna í heilbrigðiskerfinu og það vilja allir gera sitt besta. En það eru kannski ekkit kjör aðstæður. Nei. Það er alveg rétt. Þannig að við erum kannski bara í pínu patt stöðu, veist. Við vitum hvað er gott fyrir okkur, við vitum öll, við þurfum að sofa x mikið og við eigum ekki að vera með ómikla streitu og við eigum að borða það sem nærir okkur, þú veist, er holdt og gott og er ekki að sveifla blóðsykurunum og við þurfum að hreyfa okkur daglega. En samt er hraðinn svo mikill í þjóðfélaginu að það er næstu allir að glíma við streitu. Fólk er ekki að vanda hvað það borðar af því að það bara bæði hefur ekki tími í það eða orku einmitt og sefur svo ekki nóg bæði út af streitu, út af alls konar eða tímaskorti eða ég veit ekki hverju og einhvern veginn forgangsraðar ekki hreyfinguna þó hún sé svo ótrúlega mikilvæg að það einhvern veginn sleppir henni bara því að það heldur að þessi betra leikja upp í sófa og hvíla sig þannig hvert eru við komin? Sko það er alveg rosalega mörg fræ, góð fræ komin inn en þú veist þetta bara það fær ekki, plantan fær ekki að vaksa úr þessu fræi vegna þess að samfélagi er ekki að vinna með þér þannig að það er svona ég veit ekki, þú veist
ég upplifi einhvern veginn samfélagi eins og að það hafi bara verið, þú veist, að það fullt af einhverjum hlutum í gangi þarna, þú veist, og það eru einhvern veginn allir að finna upp hjóli og það vilja allir gera svo vel og kannski ekki nógu samhent átak og misvísandi skilaboð og svo náttúrulega bara allt álægið og allt sem í gangi, þú veist, þetta svolítið eins og við erum að reyna að gera góða hluti í hvirfilvind. Það bara brjálaði vindur í gangi og maður næri ekki að fóta sig og maður næri einhvern veginn ekki að raða hlutunum upp þannig að þetta virki. Það þarf að einhvern veginn að lægja vindana. Það þarf einhvern veginn bara við skulum aðeins bara róa okkur hérna niður og skoða þessi mál og búa til einhverja áætlun. Þú veist, já, það eru hérna frábæra hugmyndir í þessu og nú skulum við setja það í þennan pakka og búa til einhverja áætlun hvað það varðar. Og það kannski heilbrigðiskerfið og svo kannski þetta menntakerfið og þú veist það, og bara stefna þjóðfélags, hvernig samfélag viljum við vera. Þú veist, það allir sammála, það vilja allir minnka streituna en hegðunin ekki slík. Þetta þarf að byrja á toppnum og færast niður til þess að þetta virki. Það allir sammála þetta en það ekkert í kerfinu sem að styður við það að þetta sé hægt. Nei, þannig að við þurfum kannski bara öll að líta í einn barm og í krafti fjöldans einhvern veginn og fyrirtækin eru nú sem betur fyrir mörg byrjuð að huga þessu. Já, algjörlega. Og já, það alveg góður hlutir að gerast og þetta vonandi að síga einhvern veginn í rétt átt. En þetta verður að vera einhvern veginn svona samhent átak og ég held að ef að þeir sem eru að reka fyrirtæki og eru með mikinn mannauð myndu taka mjög svona markvissara ákvarðinir hvað þetta varðar og nálgast þetta á þennan máta, þessari heildrænu sín. Þá held ég að myndi alveg ótrúlega margt gott gerast. En svo eru börnir okkar að kenna okkur ýmislegt líka. Það endur alveg rétt. Ég með ungt fólk í vinnu sem að svo til fyrirmyndar hvað varðar svona að forgangsraða og varðandi orkustjórnuna og svona og ég get alveg viðkennt það að til að byrja með þá bara býtu, þú veist, mann langar svolítið bara hvað á aumingaskapur þetta, okkur gerur ekki bara meira af þessu. Eða skilur eins og maður sjálfur kannski svolítið vanur að gera en ég algjörlega komin tilbaka og bara dáist frekar að þeim og bara heyrðu, hvað ætla ég að læra af þeim? Svona kynslóðamunur. Þetta geggjað, þú veist, þú ert að vinna eitthvað fram á kvöld og þá mætur kannski öllítið seinna morgunin eftir. Rekstrarlega séð þetta ekki voðalega hendugt en vá hvað þetta miklu betri starfskraftur fyrir vikið. Þetta eitthvað sem við hefum alveg að horfa til. Yngra fólki okkar hefur alveg ýmislegt til málun að leggja og að gera fullt af góðum hlutum. Við getum kennt þeim en þau geta líka kennt okkur. Og börnin mín eru farin að segja ef ég eitthvað í ójafnvægi heima mamma, svafst ekki nógu vel. Þarft ekki bara að fara að snemma svo í kvöld. Þú veist, þau eru ótrúlega næm á ástandið og einhverja hluta vegna að þá geta þau speikla mig, allavega börnin mín og þú veist, og ég fann að hlusta á þau sko. Það bara ef það stuttur í mig þráðurinn að þá vita þau kannski að því ég hef alveg þurft að biðast þau afsökunar bara fyrirgefið, þú veist, ég var bara illa fyrir köllið, það búið að vera mikið álag, ég ekki búin að sofa nú. Þau alveg eru búin að læra af þessu sko, þannig að ef ég komin í eitthvað ójafnvægi að þá koma þau speiklaði alveg, við höfum að hlusta á þau og svo eigum við náttúrulega að kenna þeim og vera þeim til fyrirmyndar. Það alveg rétt, af því að við viljum gera bara það sem við gerum, ekki það sem við segjum. Akkurat. Þetta mjög nefnilega öflug setning og við þurfum að hafa þetta í huga af því að ef við getum ekki gert þetta fyrir sjálf okkur gerðu það allavega þannig að þú sért góð fyrirmynd fyrir börnin og starfsfólkið þitt. Þannig að það verður svona ákveðin hvatning að líti eigin barm og byrja á sér. Ég hvet alla til þess að taka 5 mínútur á dag í að gera ekkert. Ekki skrolla í símanum. Já. Bara gera ekkert í 5 mínútur. Ég held að þessi margir sem ekki að gera það. Kunni ekki bara sitja og horfa út í lofti í 5 mínútur. Nei, þú þarft nefnilega að hluta af þessu að finna friðin í sjálfu þér og vera heill. Það að geta verið með sjálfu þér í friði. Það ótrúlega mikilvægt
ég veit ekki hvað eru margir sem að geta þetta sko. En við þurfum að byrja þarna. Já. Algjörlega. Þá förum við líka að sjá betur, heyra betur, geta hlusta betur í líkamann, hvað í gangi þar, til þess að geta brugðist rétt við. Ef við öll færum í þetta, þá værum við allt í hennu komið með bara miklu betra samfélag sko. Og við munum gera ótrúlega flotta hluti. Þetta ekki bara mjög góð lokaorð? Mögulega. Eða maður bjóðar að segja eitthvað að lokum? Nei, kannski bara þetta. Þú veist, að hvetja fólk aðeins til þess að breyta, að hætti að svipa ykkur áfram og nálgist í sjálfu ykkur með sjálfsmildi og taki utan ykkur og bara heyrðu, þeir eru ótrúlega dugleg. Það yfir höfuð fólk á Íslandi fárlega duglegt fólk og það pínu hættulegt að vera svona duglegur og hafa svona mikið áhuga á öllu, en þú veist svo þarf að endurskilgreina þetta duglegur. Já, kannski duglegur frekar að hugsa vel sig sko, algjörlega og þetta að vera ofurkona og ofurmaður og allt þetta, að ég held að galdurinn felist í því að hæja aðeins á, núllstilla sig, lesa aðeins í sjálfa sig og þú veist, finna friðin í sjálfu sér og fara svo að vinna út frá því, af því að það ákveðin dugnaður líka og við þurfum að setja það inn í þá skilgringu, ekki spurning. Ég glemdi nú einni stórri spurningu. Já. Hvað heilsa fyrir þér? Já, við erum svona eiginlega búin að sko, hvað verða það? Já, við erum svolítið búin að nefna það í þættinum sko. Það ekkert eitthvað einfalt. Heilsa bara svo ótrúlega, hún best ef allir þessi hlutir í lagi og til þess að þeir séu í lagi að þá þarftu líka að vera heill innra með þér. Eigum bara ekki fara þangað því að við erum alveg búin að taka, það alveg búið að vera að tala andlegu, félagslegu, líkamlegu heilsuna, en ég held að heilsan þín verður best ef að þú nærð einhvern veginn að safna þér saman, vera með hjartað þitt heilt og hreint og huga að sjálfu þér. Stundum inniber það og þú veist, ef þú lest í sjálfa þig og þú fattar að þú veist, það alltaf mikið streita í vinnunni, þá þurfum við að stilla það til. Hluti af því að vera heill og hlúa sjálfu sér að finna jafnvægið á öllum stöðum. Og það heima hjá mér, það í vinnunni, það í samfélaginu, ég of virk félagslega, ætla ég ekki að missa neinu og hvað það þá sem skiptir mestu máli og forgangsraða, og þú getur gert það miklu betur ef að þú ert núllstilt sjálf, þannig að þá getur huga betur að heilsunniðinni á svo margan hátt og ég bara, þú veist, heilsa fyrir mér það sem allir hafa verið að tala þú veist, allir þessi þættir, en til þess að ná henni að þá held ég að við þurfum að byrja á að vera heil sjálf, bara það að segja að safna okkur saman og finna sig og kjarna sig og þá mun hugur og hjarta leiða þig áfram að betri heilsu á allan hátt. Æðislegt. Takk kærlega fyrir að koma, Hildur. Bara mín var ánægjan. Takk kærlega fyrir að fá mig.